Ég veit ekki með ykkur, en alltaf þegar við vorum að syngja lagið Worthy of It All, ég gæti ekki annað en bara að hugsa ár af mínu lífi þar sem að ég gaf Jesú ekki neitt. Og ár eftir ég kom til trúar þar sem að ég gaf honum minna en áskilið. Og það bara snerti svo við mér og ég veit ekki hvort það sé ykkur annar en inni, kannski í dag þar sem að það snerti svona við þeim. En eftir að syngja þetta lag þá er ég bara að biðja Guð, viltu gefa okkur að við megum bara gefa þér allt sem þú átt skilið og ekki daðra við þá synd sem að sendi Jesú á krossinn, veist. Og mér langar bara að biðja fyrir okkur örsnögt áður við kannski ómikið að bæn í kirkju í dag. Drottinn, þú átt svo allt skilið, Drottinn, og það er oft svo lítið sem við getum borið fram, Drottinn. En við biðjum að þú takir brotin hjörtu, Drottinn. Við biðjum að þú takir brotnar vonir. Ég biðjum að þú takir öll þau skipti, Drottinn, það sem að þú áttir svo miklu meira skilið á okkur. Og ég biðji, Drottinn, að þú gefur okkur anda sem er sundurkramin út af því að við viljum sjá þig og þína dýrð opinberast í okkar lífi og í gegnum okkar líf. Og það er engin tilgangur að predika, Drottinn, ef að þú færð ekki dýrna. Það er engin orð sem geta breytt lífum, það er engin lög sem geta breytt lífum, það er þú sem geta breytt lífum og hjörtum og hugum. Og ég biðji, Drottinn, bara að vera með okkur í dag, Drottinn, að mín orð mætti ekki verið til einskis, að þetta mætti blessa einhvern og mætti gera það að verkum að við sjáum þig í betra ljósi, Drottinn, og dýrð þína í betra ljósi, Drottinn. Ekki að þetta mætti skapa einhvers konar trú í okkur þar sem að við þurfum að réttlæta sjálfum okkur, heldur áttu okkur á. Við getum aldrei endurgoldið þér fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur á krossinu. Við getum aldrei endurgreitt þá náð sem við höfum, annars væri það ekki náð, það væri lán. Ég biðji, Drottinn, bara að veita okkur þína náð til þess að elska þig það mikið, Drottinn, að það sem hryggir þig megi hryggja okkur. Og það sem brýtur hjarta þitt megi brjóta hjarta okkar. Og það sem gleður þig megi gleðja okkur. Og ég biðji, Drottinn, bara nú þegar við hoppum mér í þitt orð, að þú megi gefa okkur opin hjörtu til þess að mótast af þér. Drottinn, ég er orðinn svo sorgmæddur yfir því að sjá fólk taka þig sem einhvers konar hugtak og reyna að breyta þér í líkingu við okkur þegar ég horfi í kring og ég sé brotna einstaklinga allstaðar meðal annars sjálfa mig og af hverju vildum við láta þig líkast okkur. Við viljum þig í allri þinni mynd, í allri þinni dýrð, í öllum þínum krafti. Í Jesú nafni. Amen. Ég heiti sérst Gunnar. Ég er bróðir hennar Sibbu og ég var að heyra í Jói rétt áður en ég kom og hann Sibba þorður líka að segja að læknarnir fundu út hvað var í gangi. Hún var bara komið að ógeða Sibbu. Hún ætlaði að fara að hanga með betri systkinum. Nei, ég er að tjóka. Hún hljómaði miklu betur. En í dag þá langar mig að við hoppum í annað Tímóteusbréf í Biblíunni, í 3. kafla. Og mig langar svona, við hoppum út allt í Biblíunni en mig langar að dvelja svolítið á 3. kafla, versum 14-17. Og von mín fyrir daginn í dag er, eins og ég var að segja, eins og ég var að biðja, það er enginn hér sem mun breyta þínu lífi. Það er engin lofgjörð, engin samkoma, engin predikun sem mun breyta þínu lífi. Ef þú kemur ekki í samskiptum eða mætir Guði, þá er það hann sem breytir lífi. Og ef það er einhver predikun eða lög sem blessa þig, að þá er það bara blessun af því leitunum til að þau benda þér að þeim sem getur leyst þig. Og von mín í dag er að kveikja hérna smá neista og blása á hennar neista og vonandi verður hann að báli í þínu lífi að við mættum fá löngun sem sprettur upp í hjarta okkar til að lesa Biblíuna, til að þekkja Biblíuna, til að dvelja á Biblíunni. Og í dag þá erum við að tala Biblíuna, þá sérstaklega vald hennar og lofvörð Biblíunnar og hagkvæmi Biblíunnar. Ég veit ekki alveg, íslenskan finnst mér stundur svona eitthvað, ég veit ekki, hagkvæmi, veit ekki hvað ég á við það? Praktísk. Hún er praktísk fyrir lífið. Og ég veit ekki með ykkur, en í þessari viku þá var ég að horfa á eitt viðtal við hennar, konuna sem var kosin biskup, ég man ekki hvað hann heitir. Hún var í þætti sem heitir Dagmál og það hrifði svo hjarta mitt að sjá hana hún afneitaði því að Satan væri til, hún afneitaði því að helviti væri til og í mínum huga þá afneitaði hún bara að reikningin væri sönn og að réttlæti Guðs væri til. Og það ég veit ekki með ykkur, en helviti er kannski svona erfitt konsept að dvelja á. En að einhverju leyti, þegar við hugsum þann hrylling sem sumir hafa gert,
Þegar ég hugsa fjölskyldur sem hafa verið sendar í fangabúðir í Norður Kóreu fyrir það eitt að gera það sem við erum að gera hér í dag og fylgja Jesú Kristi, það sem ólöglegt að vera kristinn. Þeir eru sendið í fangabúðir, fæða börn sem lifa í fangabúðum, lifa þar og deyja. Og þegar við afneitum dómi Guðs, þá erum við að afneita réttlæti Guðs. Og fyrir mér þá gat ég ekki annað en horft á þetta viðtal og hrist höfuðið, sérstaklega hugsandi að þetta lúterska kirkjan og Lúther stóð fyrir sola scriptura, sem ritningin æðsta vald okkar fyrir trú og lifnaðarhátt. Og það engin pái, það engin biskup, það ekki skoðun annara eða hvað þér finnst, heldur það hvað Guð hefur sagt í sínu orði. Og fyrir 2000 árum þá spurði Jesú Kristi lærisveinana sína, hverjir segja menn mannssonin verða? Og hann að tala við sig í þriðju persónu, eins og ég ger oftast. Hver segir fólk að Gunni sé? Nei. En svarið var margskonar á þeim hætti, mismunandi skoðanir á hver hann var, meira þess að þegar hann var að ganga á jörðinni, og það ennþá þannig í dag, en vonin var auðvitað svo að þetta myndi ekki fara upp í biskupsstofu, og okkar verk ekki að nálgast Jesú eða predika Jesú eins og við viljum að hann líti út, heldur frekar að gera hann og taka við honum eins og hann ekki gera hann líkan mér eða þér. Þú ert örugglega ágæt á stundum eða ágætur á stundum, en það eru dagar þar sem að þú sefur á Lego eða eitthvað og það ekki gaman að hitta þig daginn eftir. Þú vilt ekki að Guð sé óáreiðanlegur eða óáreiðanleg og þú. Og við viljum koma að honum eins og hann Og ég meina, ef við viljum skapa hann í okkar mynd, þá erum við algjörlega að snúa við sköpunarsögunni. Við viljum nálgast hann eins og hann og það sem ég tel vandamálið sé að margir hugsa Jesú, margir hugsa Guð sem hugmynd en ekki persónu. Ég held að við myndum alls ekki fíla ef að margir myndu koma fram við okkur eins og það kemur fram við Guð. Ef einhver myndi tala Sibbu sem hugmynd, hugmynd getur bætt við og þú getur tekið úr, Sibba getur allt í einu orðið rauðhærð og hvað annað, skilurðu. En Sibba eins og hún þú tekur við hann eins og Sibbu eða ekki, göllum og því góða, því litla sem af góðu. Nei, en þú tekur við henni eins og hún og það eru margir sem horfa á Jesú og þeir hugsa ekki hann sem persónu sem þú tekur við eins og hann eða afneitar honum eins og hann heldur hann svona hugmynd og þá hann svona svolítið eins og salatbarinn í Hagkaup. Þú getur farið í salatbarinn, ég fór í mörg ára salatbarinn og það hljómar rosalega heilsulega, ég fór í salatbarinn í Hagkaup og ég valdi mig bara núðlunar, skilur við. Þú getur farið fram hjá öllu því sem þú fílar ekki og það getur samt verið óhollt að fara á salatbarinn í Hagkaup. Og Jesús Kristur ekki hugmynd, hann persóna sem þú þarft annarkvort að taka við öllu sem hann segir eða ekki. Þú getur ekki sagt, Jesús var góður kennari, en hann bara hafði rangt fyrir sér með að vera Guð, þú veist. Það svolítið lélegur kennari. Það svona svolítið stórt að halda að þú hafi verið Guð og hafa bara rangt fyrir sér þar eða þá að þú sér bara lígaru og segist vera Guð þegar þú ert það ekki. Annarkvort tekur við honum eins og hann Þú getur ekki lækkað hann niður í ykkur stöðu eða hækkað hann upp í ykkur stöðu sem hann á ekki verið í. Hann Guð. Og við viljum nálgast Jesú til að hann umbreytti okkur til þess að líkast honum meira. Við viljum taka á móti honum eins og hann og þegar við spyrjum að þessar spurningu, hvernig get ég nálgast Jesú eins og hann tekið við honum öllum eins og hann að þá lendum við á þessari skrýnubók sem Biblían. Sem Guðs orð til okkar. Og það einn vinsæll predikar í Bandaríkjunum sem ég sá einmitt vera að gera predikunum þetta og hann sagði svona: mín trú byggist ekki á Biblíunni, heldur byggist það á upprisu Jesú Krist. Og ég gat ekki annað en hugsa þegar ég heyri þessa setningu, hvernig veistu upprisu Jesú Krist? Það kemur frá Biblíunni, trú okkar kemur frá orði Guð sem opinberað okkur til þess að við getum vitað hver hann Hann hefði getað skilað okkur eftir með þekkingu á hver hann bara í gegnum það var ekki Salomon að borða, en bara í gegnum það að sjá sköpunina og þú getur fundið fullt Guð í sköpuninni. Þú finnur fyrir lögmálinu að það eitthvað sem að segja að þetta gott og þetta slæmt. Þannig að það eitthvað lögmál til staðar sem ekki náttúrulegt, sem yfir okkur öllum og þú getur sagt, já, ég veit, þú getur sagt, ég finn tilfinningu þegar ég lendi í ógnandi aðstæðum að ég vilja hlaupa burtu, hvað það þá? En þú veist að þú átt að hjálpa fólki sem í neyð, til dæmis. Þú getur séð sköpunina, þú getur séð hversu stór Guð þegar þú zoomar út og sér allar þá netti og stjörnur sem til eru í heiminum og þegar þú zoomar alveg inn og sér, þú veist, atoma og hvað heitir á íslensku, korka eða eitthvað svoleiðis, þannig að þá byrjar að sjá, vá, hvað Guð nákvæmur. En það myndi aldrei segja þér frelsara. Þú getur séð kraft,
Þú getur séð mikilfengleik Guðs, en þú getur aldrei frætt frelsara frá stjörnum eða atóms. Þú þarft að nálgast hann þarf að opinbera sig og hann hefur opinberað sig í orði sínu sem að gera það að verkum að við viljum mótast af orði hans og hver hann segist vera. Því ef hann skapar okkar, hvað gerum við þegar iPad bilar? Ef iPad bilar og ég fer til bifvélavirkjarans minns og segi, hérna, getur ekki lagað þetta? Þú ekki gaur sem lagar litið það? Þá myndi hann segja, nei, þú þarft að fara með þetta aftur til það sem bjóða til. Það eplabúðin, hún í tengingu við Apple. Þú veist, en þegar við eigum eitthvað erfitt í lífinu, þá erum við oft rosalega sein að fara aftur til skapar okkur og segja hvað í gangi í mínu lífi? Hverju þarf ég að breyta? Hvað hefur við mig að segja? Og hafa opin hjörtu til að segja, ok, ég ætla að taka leiðréttingu, ég ætla að taka umvöndun hans og mér langar að þú gerir mig hæfan til þess að vera eins og þú. Og þar kemur einmitt annað Tímóteusbréf inn í 3. kafla, versum 14-17, þá segir hér, en halt þú stöðulega við það sem þú hefur numið, þú hefur fest trú á, þar þú veist af hverjum þú hefur numið það. Þú hefur frá blautu bassbeini þekkt heilaga reikningar. Það geta veitt þér spekið til sálu hjálpar fyrir trúna á Jesú Krist. Sér hver reikning innblásinn, eða tæknilega séð því annars stað sanna gríska orðið gæti verið útblásinn af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti og tjekka eftir þessu loforði í versi 17 sem rosalega stórt loforð til þess að sá sem tilheyrir Guði, einhver hér inni sem tilheyrir Guði, ok, hlustiði vel, sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þetta rosalega stórt loforð. Og í fyrsta lagi þá Páll hann að skrifa til Tímóteusar sem ungur maður, forstöðumaður í borginni Efesus. Hann hefur fylgt Páli í mörg ár. Hann hefur heyrt hann kenna, hann hefur séð hvernig hann lifir sínu lífi í beinni og nú kominn tími til að kenna ekki bara að fá aðra til að kenna sér, heldur fara að kenna öðrum og sýna öðrum hvernig kristna lífið lítur út. Og þetta minnir okkur á að tilgangur trúar okkar ekki að gera samkomur. Jesús sagði ekki í Matteus 28, farið út og gjöru alla þjóður að samkomum mætingum, eða þú veist, að búið til fullt af samkomum. Heldur farið út og búið til lærisveina sem fylgja mér, sem vita hvernig það lítur út að lifa henni kristna lífi og lífi krafti heila sanda. En áður en að Tímóteus hitti Pál, þá hefur hann verið með fólk í hans lífi, eins og við sjáum hana, sem hefur gert úr honum lærisvein. Og hann hefur þekkt reikningarnar frá blautu bassbeini, eins og hann segir hana. Þannig að í öðru Tímóteusbréfi, ef þú farið í 1. kaflan, í versi 5, þá sérðu að þannig eru svolítið hættulegir hlutir í hans lífi, eins og amma og mamma, sem hafa verið að kenna honum reikningarnar frá því að hann var ungur maður. Og hann tekur hana fram að ammans heitir Lois og mammans heitir Evnike. Já. Þannig að ef þú ert að pæla í bannanöfnum, þá er Evnike. En Tímóteus hefur svona vitnisburð sem ég myndi elska að börnin mín væri með. Ég myndi elska það að börnin mín væri ekki með minn vitnisburð þar sem að þurfa eitthvað að fara út af laginu til þess að prófa allt hitt og til þess að fatta að já, ok, mamma og pabbi hefðu rétt fyrir sér. Þú veist, mér langar svo mikið að þau myndi vera með þennan vitnisburð að hei, ég læriði bara Jesú þegar ég var ungur eða ung og ég elskaði Jesú þegar mamma og pabbi sögðu mér að elska Jesú og ég fekk að kynnast Jesú og svo framvegis. En mundu að það engin í lífum barnanna þennan sem mun hafa jafn mikil áhrif og þú. Þannig að tæknilega séð, mér finnst það svolítið skrítið að það sé actually vinna að vera áhrifavaldur. Mér finnst það eiginlega svona cringy að ég get ekki ímyndað mér að vera áhrifavaldur á Íslandi og þurfa svo að svara þegar einhver spyrði hvað hann að gerir þú? Já, ég áhrifavaldur. Já, ok. Hvers konar vald ert þú með og hvers konar áhrif ertu með? Þannig að við tæknilega séð, við erum öll áhrifavaldar, bara sum okkar kannski ekki með mikil áhrif og ekki mikið vald, en við erum öll áhrifavaldar. Ef þú langar að vera áhrifavaldur, þá mæli ég með bara að gifta þig og eignast börn og þá ert þú áhrifavaldur. Það enginn sem mun hafa áhrif á börnin þín eins og þú. Það enginn stjórnmálamaður, Guði sé lof, sem mun hafa áhrif á börnin þín eins og þú. Það enginn kennari, enginn prestur, enginn predikari, enginn unglingafórstöðumaður, enginn áhrifavaldur, enginn frægur einstaklingur sem mun hafa áhrif á börnin þín eins og þú. Börnin þín munu geta hlusta á frábæra predikanir á netinu, en það enginn sem á eftir að gráta með þeim eins og þú. Það enginn eftir að þekkja þeirra byrðar og bera þeirra byrðar eins og þú. Það enginn sem biðja fyrir þeim eins og þú og vera fyrirmynd fyrir þau, hvernig predikunin lítur út þegar við erum komin út á mánudegi.
Og þannig að 5. Mósebók, hún segir þetta í kapla 6, vers 4-9, minnir okkur á þetta, segir, heyr Ísrael, drottinn er vor Guð, hann einn drottinn, amen. Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjartaðinu og allri sáliðinu og öllu mættiðinum. Þessi orð sem ég legg fyrir því í dag skuli vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnum þínum og tala við þau þegar þú ert heima og þegar þú ert ferðalagi, þegar þú leggst til hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Þú skalt binda þau til marks á hönd þér og hafa þau sem minnisbönd á milli augna þinna. Kom einhver með minnisbandi sitt í dag? Þú skalt skrifa þau á dyrastaf hús þíns og borgar hlið þín. Ég pæla oft í því hvort að íslenska hefðin að setja drottinn blessi heimilið sé komið frá þessu versi. Yfir dyrastafnum drottinn blessi heimilið. Við ættum öll að trúa að drottinn gefi okkur það verkefni að elska drottinn Guð okkar öllu hjarta, sál og mætti. En meira en það, hvað gerist þegar þú elskar eitthvað eða eitthvað? Þú getur ekki hægt að tala það. Og hér held ég þar sem að mín bæn hefur verið fyrir kirkjuna, að við mættum taka okkur stöðu og elska Guð vel. Og elska Guð vel þannig að við tölum það. Og það því miður, þá hefur á Íslandi Herbalife staðið sig betur í að gera lærisveina heldur kirkjan. AA hefur staðið sig betur í að gera lærisveina og samfélag heldur kirkjan. Crossfittarar, það nú bara kvöld. Okay, nei. Vegan, veitir, hefur ekki heyrt það? Það náttúrulega brandari hérna. Hvernig veistu að einhver sé crossfittar eða vegan? Þú bara þegir í eina myndu og hann mun segja það frá því. Ef þú elskar eitthvað, þá átti eftir að tala það. Og fólk byrjar að tala það sem það elskar. Og hér í 5. Mósebók segir hann Guð við fólk sitt að hei, þið þekkja mig en líka þið að gera mig þekktan. Og þetta á að spretta fram í þínu daglega lífi. Kenndu krökkunum þínum af kostkenni, notaðu tækifærið, þú ert að ganga það, þú ert að stússast í einhverju, að tala þann sem þú elskar þegar þú situr heima hjá þér, þegar þú vaknar, kannski eftir kaffið, að tala Jesú. Skreyttu hús þitt og líkamæðin með einhvers konar böndum og annað eins til þess að minna þig á hversu margir að krossa hálsmenninni. Já, þannig að það bara biblíulegt. Þannig að það segir, þú skalt binda þau sem tákna hönd þína, þú skalt skrifa þau á dyrastaf hús þíns og hlið þín, að hafa minningar hei, þetta það sem lífið snýst Við kristna fólkið ættum að vera best í graffiti af öllum. Við ættum að vera að tagga hérna miðbæinn, Jesú elskar þig út allt, brjóta lög, Guði til dýrar. Nei, ég veit það. En grínislegt að þá lærisveinn ekki gerður í kennslustofu, heldur í samhengi lífsins. Þú tekur eftir því hana. Þetta ekki bara svona sestu niður með þeim 40 mínútur á dag, þuldu reikningarnar yfir þeim, nei, heldur þegar þú ert að vakna, þegar þú ert að stúsast, þegar þú ert að fara að sofa, þegar þú ert að lifa lífinu, segðu þeim frá þeim sem þú elskar. Og þannig að ég búin að pæla rosalega mikið í þessu, það guðfræði í dag. Þegar við hugsaum guðfræði, þá hugsaum við oft hugmyndafræðilegt nám í Háskóla Íslands. Akademist nám í Háskóla Ísland. En ef þú pælir í guðfræði þegar Jesús gekk hér á jörðinni, að þá þetta ekki hugmyndafræðilegt akademist nám. Í rauninni, þeir sem voru akademiskir og hugmyndafræðilegir voru farisæjarnir sem voru svo þeir að reyna að drepa Jesú. Þannig að þegar ef þú ætlar að fara í guðfræðinám með Jesú, þá það mjög praktískt. Hvað var orðið á hann? Hagkvæmt. Það var verknám. Þannig að guðfræði ætti í rauninni ekki að vera akademist nám í Háskóla Ísland, heldur frekar eins og að vera að gerast smiður. Ef einhver myndi koma til mín, bjóðast til að byggja hús og segja, ég hef aldrei byggt neitt, ég hef aldrei haldið á hamri, en ég hef lesið fullt af bókum, að þá myndi ég segja, það ekki nógu gott. Það hljómar svona 20% því sem þú þarft að kunna, en þú þarft líka að kunna fullt af verklegu námi til þess að geta búið til eitthvað sem á eftir að standa. Og mamma og amma Tímóteusar hafa látið ást sína á Guði, leka inn í dagleg samtöl Guð, kenna honum Guð, en í lok versi 15 í 3. kafla þá segir hann, þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heyraðarreikningar, þær geta veitt þér speki til sálu hjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. Þannig að tilgangurinn á bakvið biblíulestur ekki einfaldlega að sitja og vita og labba út með eitthvað þaninn haus, þannig að þú passar ekki gennum hurðara lengur, heldur að hlaupa til þess að þú bendir á þann sem reikningin bendir þér á og gefur speki til sálu hjálpar til eilífs lífs. Ef þú pælir í bestu hugmyndafræðilegu guðfræðingunum,
í Nýja testamentinu, þá eru það djöflarnir. Þeir vissu nákvæmlega hver Jesús var. Það voru farisæarnir, það voru sadúkearnir. En það voru einmitt þeir sem voru að nota guðfræði sína til þess að reyna að drepa Jesú. Mér finnst það ótrúlegt að það vera kallað á farisea og segja, hei, hvar á Messias að vera fæddur? Ég þarf að vita hvað reikningin segir þetta, þannig ég geti farið þangað og drepa öll börnin og þar eru bara guðfræðingur mættir. Herðu, Betlehem, ekkert mál. Bara ef þú ert með fleiri spurningar, þá er ég bara henni út í honnu. Flott nám. Tilgangur Biblíunnar er að benda okkur á þann sem á skilið lof okkar. Þess að við vorum að syngja Worthy of it all, allar dýrð okkar, allar trú okkar, allt sett á hann. Og Guð í miskunn sinni mun taka þig. Alveg eins ruglaðan og þú ert. Teka við þér alveg eins og þú ert. En það sem ég elska líka við þetta, og það er oft stoppum við segjum Guð tekur við þig eins og þú ert, en hann elskar okkur líka nóg til að skilja okkur ekki eftir það sem við erum. Ég tek við börnunum mínum eins og þau eru, en ef að Sigurrós er ennþá að haga sér eins og þessi 9 ára þegar hún er 20, að þá stóð ég mig ekki vel í verkefninu sem faðir. Því það að ég elska hann ekki? Nei, ég tek við henni eins og hún er. En ég hef hærri vonir fyrir hana heldur en að vera það sem hún er. Og það sem að við lærum í reikningunum er að hann tekur við allir í þinni fortíð, öllum þínum mistökum, öllum þínum syndum, öllum þínum spurningum. Þessi trú snýst ekki þín afrek, heldur hans afrek sem hann hefur nú þegar gert. Hann hefur dáið fyrir þig, hann hefur dáið fyrir syndina og skömm þína til þess að gefa þér líf meira heldur en þú vilt fyrir sjálfa þig. Meiri gleði heldur en þú getur ímyndað þér fyrir sjálfa okkur núna, ekki bara fyrir þetta líf heldur að eilíf sem kemur. En það verður betur en þetta, því að í versunum sem við erum í dag, annar Tímóteusbréfi 3. kafla, í 16. versi segir þetta, sérhver reikning er innblásin af Guði og nytsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar og til menntunar í réttlæti. Þannig að Guð tekur ekki bara á móti þér eins og þú ert. Hann elskar þig nóg til þess að segja, ég ætla ekki að leyfa þér að vera hana. Hann byrjar á að segja, reikningin sé innblásin eða útönduð af Guði. Og fyrir mörg okkar kristna, þá getum við sagt já og amen við því. Það ef þú ert kristinn, þá, þetta er orð Guðs, þetta er fullkomið í sinu upprunalega samhengi. Það getur verið þýðingar og annað eins sem eru kannski lélegar, en í sinu upprunalega samhengi, ef þetta er orð Guðs og hann er fullkominn, þá er þetta fullkomið. Biblían er fullkomið orð Guðs. Við trúum því að reikningin, að það sé ekki prestur eða páfi eða persónulega skoðanir sem er æðsta vald fyrir trú og lifnaðarhátt, heldur er að reikningin sem er æðsta regla okkar. Þannig að í stað þess að reyna að snúa reikningunum til þess að passa við það sem við viljum að reikningarna segja, þá glímum við frekar við hver Guð er. Við spyrjum okkar spurningar, hvernig kynnust þú öðrum manneskjum í þínu lífi? Oftast felur það í sér að spyrja fullt af spurningum. Hver eru uppáhaldsliturinn? Hvað eru hobbyin þín? Eða hvað sem það er, skilur við. Og einhvern veginn eru margir sem nálgast Guð og segja, ég má ekki spyrja spurninga. En ég skal segja að Guð er nógu stór fyrir alla þínar spurningar. Guð er nógu stór fyrir alla þínar efasemdir. Það eru búið að vera í 2000 ár spurningar og enn eru við hér að ræða þessa bók og meira en það þá manneski sem þessi bók bendir á. Þannig að okkar er að koma að Guð og segja, Guð, viltu kenna mér hver þú ert? Og þess að prestar og predikarar munu bregðast þér. Við erum langt frá því að vera fullkomin. Fólk mun bregðast þér. Aðstæður munu breytast. Kannski ert þú á tindinum okkur núna, en á morgun í næstu viku, hvað gerist þá? Hver veit? En Guð er sá sami og gær og í dag og alla eilífð. Eins og við vorum að syngja áðan, I will praise you on the mountaintops, I will praise you in the valley. Það er auðvitað að syngja þetta lag. En við lofum hann þegar allt gengur vel, því að við vitum að jafnvel á hæsta tindi lífsins, það sem koma skal er ekkert með við þetta. Það sem við erum að eiga okkur núna er ekkert með við það sem koma skal. Og þegar við erum í dölum lífsins, þá getum við sagt, einn daginn, þá muna þær hendur sem dóu fyrir mína syndir, þær að burt öll okkar tár. Og ég verð með honum að eilífu. Þetta er eina tækifæri okkar í allri eilíðinni til að syngja á meðan það bergmálar í dalnum. Eftir þetta líf er ekkert annað tækifæri. Hann er svo sami í gær og í dag og alla eilífð og ef hann átti skilið lofgjör mína í gær, þegar allt gekk vel, þá hann skilið lofgjör mína núna í gennum tárvot augu. Og ef við eigum að verða fyrir erfiðleika öldum í þessu lífi,
þá vitum við að jafnvel í þeim getur fundist huggun. Svo framalega sem þær skella okkur upp á bjargi aldana sem uppspretta huggun okkar. Þannig að við getum sagt, já, amen. Reikningin innblásin af Guði, fullkomin reikning Guðs, það sem hann ekki bara að útskýra hver hann í valdi sínu í sköpuninni, hann ekki bara að útskýra hversu nákvæmur hann í sköpuninni þegar þú zoomar inn, hann ekki bara að útskýra vald sitt, hann að útskýra hvernig ég get hlutið sáluhjálp. Hvernig get ég, plebbinn Gunni, staðið með einhverja von fyrir framan heilagan Guð einn daginn. Og það vandamálið að hann ekki að fara að dæma mig með við Hitler. Hann ekki að fara að dæma mig með einhvern meðal einstakling sem hefur staðið sér sem vel í lífinu og sé hvort að Gunni sé betri. Hann að fara að dæma okkur með við sig. Og vandamálið við það, ég veit ekki hvort þú veist þetta, hann fullkominn. Og annað vandamál ég veit ekki hvort þú veitir þetta, þú ert það ekki. Ekkert af okkur fullkomið. Hvernig getum við átt von á þeim tíma? Það við þurfum einhvern sem greiddi okkar leið. Þú þarft einhvern sem kemur þér og gefur þér réttlæti sitt og tekur á sig sína synd og það bara að finna í Jesú. Þannig að við getum sagt, já og amen. Reikningin innblásin á Guði og ég held að flestir kristnir geri það. Það kannski einhver sem í trúnni og ekki alveg búin að kynast þessu annaðins, en trúum við því að reikningin sé nóg? Trúum við því að reikningin sé nóg? Já. Og ég vona það. En ég veit samt ekki, í mínu lífi allavega, þá hef ég getað sagt já og amen við þessu. En ég veit ekki hvort ég hagaði mér þannig. Og hann byrjar á þessi, hér hvernig Biblan getur gagnast þér í lífinu. Hún getur kennt þér, hún getur frætt þig. Hann nefnir, hún veiti umvöndun sem líka hægt að þýða yfir að gera þig sanna þig, gera þig áreiðanlegan, gefa þig sterkari, gefa þig sannfæringu. Þegar við nálgumst Biblíun okkar, þá ekki einfaldlega markmið okkar að lesa orðið, heldur líka að leyfa orðinu að lesa okkur, afhjúpa okkur, upplýsa okkur hver sannleikurinn og hvernig við eigum að umbreytast í ljósi hans. Og í heim þar sem almenn skynsemi því miður ekki rosalega almenn lengur, og fólk kannski nálgast sannleika eins og að negla niður ský eða eitthvað svoleiðis, þar sem allir eru bara með sinn sannleik og þú með þinn og ég með minn og eitthvað svona, að þá kemur allt í hennu Biblían inn og segir, nei, ég komin til að gefa þér sannfæringu, ég komin til að gefa þér sannleika og grunn til að standa á og skilja hvað þetta líf snýst jafnvel stundum sannfæra okkur að við erum að lifa rangt í ljósi þess sem að Guð kennir og ef við finnum okkur á þeim stað þá ekki nefnilega þægilegt, en ef þú ert foreldri eininni, þá veistu, ef þú elskar börnin þín, þá ertu ofta að segja, hey, þetta ekki rétt að gera í stöðinni. Það ekki út af að þú hata börnin þín, skilur, það út af að þú hefur kannski gert þessi mistök sjálf eða sjálfur og þú segir, hey, ég búin að fara niður þennan veg, ekki gera þetta. Ekki út af að ég að reyna að vera vondur, ég segi þetta alltaf við dóttur mína, af hverju segi pabbi nei? Og þú ert að reyna að passa mig, veistu hvað? Amen. Bara minna á það, ég ekki að reyna að vera leiðilegur, ég ekki bara að hærðu. Ég ætla bara, þú veist að skemmta þér mikið í skjátíma. Ég ætla bara að taka hana þér, bara að því bara. Sýna þér hverju með valdi hér á þessu heimili. Nei, það eru frekar áræðanlega rannsóknir sem sýna fram á að skjátími of mikið hjá ungum krökkum ekki gott. Þannig að ég ekki reyna að vera leiðilegur og þannig horfði ég ótrúlega lengi á Guð. Ég horfði á þessu bók og ég hugsaði, 613 reglur. Af hverju svona mikið reglum? Og viðhorf mitt á Guði var, hey, þú veist, ertu bara hann uppi bara, hey, ég ætla bara að gefa Ísraelum hérna eina reglu, ekkert bacon fyrir ykkur. Bara að því bara, I'm boss, þú veist. Ég horfði bara á, við erum eitthvað maðkar og hann bara að minna okkur á hverju boss og þeir mátti ekki borða bacon í ykkur 1000 ár, skilur við. En svo fattaði ég, þegar ég byrjaði að reyna að lifa sem basically minn eigin Guð, að það grindverk sem ég horfði á og ég hugsaði að þetta hannað þess að hemja hamingju mín á gleði allt í einu, fattaði ég þegar ég fór fyrir utan það var gert til þess að passa mig, til þess að venda mig, til þess að segja, ég skapaði fyrir ákveðin hlut og ég actually veit betur en þú Gunnar hvar hamingjan haltu þið hér hjá mér. Og þar, þú veist, þegar orð Guðs kemur inn og þú ert ekki bara að lesa það, heldur byrja það að lesa þig, þetta minnir mig svo að Hebreubréf 4,
Vers 12-13 segir, því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði, eins og smýgur inn í innsti fylsni sálar og anda, liðamátt og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Þannig að tala orðið. Orðið að lesa okkur. Engin skapaður hlutir honum hulinn, allt bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra, hann veit allt. Ef þú ert inni og þú ert að pæla í að ritskoða bænið þínar, þess að móki ekki Guð, hann veit allt nú þegar. Hann veit hvað þú vilt segja og svo heyrir hann lélegu bænina þína eftir á. og hann, þú lest þetta í Sálmónum, brutally honest fólk sem bara, Guð, hvar ertu? Af hverju? Og þetta í orði Guðs. Hann vil bara að við komum til sín. Komdu bara eins og þú ert. Komdu bara eins og krakki sem reiði sig á föður sinn til þess að koma og hjálpa og bjarga. Og á tímum sem hefur í auknum mæli enga sannfæringu upp á bjóða, þar sem tilfinningar skilgreina tilveruna og sannleikur sveigjanlegur, þá kemur orð Guðs allt í einu inn og býður að lesa það og leggja fram þessa hættulegu hugmynd að þú lesir orð Guðs til þess að læra sannleikan af skapara þínum og að þú leyfir orði Guðs að lesa þig. Og í heimi, til dæmis, tók ég eftir þessari skoðanakönnun sem Bylgjan gerði daginn, þar sem 70% af fólki er hrætt við að deila skoðunum sínum á almannafæri, að þá kemur Biblan inn og segir, hei, ég vil ekki gefa þér sannfæringu. Og ég vil gefa þér sannleik sem þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir, missa álit annarra fyrir, þess virði að missa vinsældir fyrir. Skiptir ekki máli hvað öðrum finnst, ef Guð hugsar mig og brosir, að þá það alveg þess virði. Og í heimi sem fullur af spurningamerkjum, allt í einu kemur Biblan inn og segir, hei, ég ekki með sannfæringu. Þú þarft ekki að reyna að nálgast sannleika svo sér ský að negla þig við vegg, heldur sannfæring hér, ekki í þinni eigin visku, heldur visku Guð sem vill umbreyta lífum, hefur umbreytt lífum. Ég eitt líf hér inni, ég ef til fleiri hér inni sem hafa verið umbreyttir af anda Guðs og fyrir Jesú Krist og fyrir orð hans. Orð Guðs hefur umbreytt fjölskyldum, þjóðum, mannkyns sögunni. Ef þú fyrir á kalendarið þitt og ert að bóka tíma í næstu viku, þá ert að miða við eftir komu Jesú Krist. Það þannig áhrif sem hann hafði á mannkyns söguna. Og í heimi sem stútfullur af upplýsingum, þá erum við að svelta eftir einhverju visku. Og orð Guðs getur kennt þér. Og ekki bara veitir visku, heldur til sáluhjálpar. Veitir sannfæringu. Og síðan heldur áfram í versi 16-17 segir, sérhver reikning innblásin á Guði, nytsum til fræðslu, til umvendunar, til leiðréttingar, það ekki gaman, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðsverks. Aftur tekur Guð á móti þér eins og þú ert og vegna kærleika síns þá segir hann, mig langar að leiðrétta þig. Ekki þess að gera lítið úr þér, heldur sem góður faðir þinn og skapari að benda þér á hvar varanleg gleði að finna. Amen. Og það mistök okkar eru þau, ekki að við búumst við of miklu frá Guði, heldur að við búumst við of litlu. Amen. Við erum upptekin við það að búa til sandkastala sem koma og fara, að meðan Guð faðirinn að segja, hei, ég með alvöru kastala sem þú getur farið í. Og hann segja, hei, Guð, ég svolítið upptekin. Afsakið, þetta rosa flottu sandkastali. Vandamálið við sættum okkur við of lítið. Ég held að sálir okkar öskri á eftir varanlegri gleði og við erum bara að leita tímabundinni nautn. Og við fórnum varanlegri gleði á altari tímabundinna nautnar sem heldur okkur alltaf vonbrigðum í endan. Og það þú getur gabbað í að halda að þetta muni uppfylla mig. Hversu margir hafa gert þetta með efni, hversu margir hafa gert þetta með drykkjum, hversu margir hafa gert þetta með því að kaupa mat, háma í sig einhvern ís, bara þetta það sem ég þurfti. Þetta svalar sálinni minni, öskrum hennar. Nei, það bara skapari lífsins sem getur gert það. Og hér tilgangur lífsins, hér hamingja, hér viskan. Og hann vill leiðrétta þig og mennta þig í réttlæti. Og ekki bara það að það fylgir þessu brjáluðu fyrirheitinu versi 17 til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers. Grískan, hann fyrir sérhvers bara allt. Fyrir öll góð verk. Biblían ekki aðeins innblásin af Guði, heldur nóg
til að verka í þér þannig að þú sér tilbúin fyrir allt það góða sem Guð vill fyrir þig þegar þú byrjar í því verknámi að fylgja Jesú. Og nú kemur smá sjokk. Eins og ég sagði það. Ég get ekki breytt lífið þín. Ég bara einhver bettlari sem fann veislu og ég stend hér í dag bara sem bettlari að benda öðrum bettlurum á hvar veislan Starf mitt, starf annarra forstöðumanna, starf annarra kristna ekki að fara út og breyta lífum. Heldur frekar að predika þann, boða þann og leiða þig að þeim Jesú sem getur breytt lífið. Mitt starf að kenna það sem hann kendi og boða vonina sem hann boðaði, sem hann einn getur gefið. Með von að þegar þú nálgast Jesú mun hann gera þér kleift að hlaupa af náð hans og lifa fyrir dýrð hans. Og þegar þú stendur frammi fyrir aðstæðum í lífinu þar sem þú hefur enga orku þegar þú horfir inn á við og þú hefur enga von eða getu, þá getur þú hort upp á við. Kannski horfir þú út á við og þú sér vonlausar aðstæður. Kannski segir fólk þér, hei, finndu bara innri styrk og þú horfir inn á við og það bara engin styrkur að finna. Það bara bergmál út allt styrkur. Að þá kemur orð Guðs og segir, nei, upp. Hér Guð dýrðarinnar sem hefur umbreytt heiminum. Og Biblan segir ykkur, komið með djörfung frammi fyrir hásæti náðarinnar. Hann segir, komið með djörfung frammi fyrir heilugum Guði. Jafnvel með okkar fortíð og okkar feila. Og þegar þú kannski efast það, bara Guð elskar mig virkilega, þú ert alltaf leiðir eftir mig. Þá horfum við á blóðugan kross sem stóð fyrir okkur á Golgata, það sem hann sýndi á sína. Tilgangurinn með predikunum ekki að laga þig, heldur að benda þér á sálalæknin sem í Jesú Kristi, sem gerir hjarta ígræðslu, sem breytir hjartað þitt, breytir viljaðinn, skifir nýja sýn, ný markmið fyrir lífið þitt, fyrir fjölskylduna þína, með ekki bara næstu áratugi í huga, heldur eilífina í huga. Og þetta krafturinn, og þetta loforðið, og þetta hagkvæmi Biblíunnar til að búa þig undir lífi. Biblían lofar að þjálfa þig í að lifa réttlátu lífi, að leiðrétta gallaðar hugsanir okkar og líf okkar, að leiðrétta sýn okkar og markmið fyrir lífið og leiðrétta rangar hugmyndir þína til að endurleysa fortíðina og gera þig að þeirri manneskju að fortíðin þarf ekki að skilgreina hvert þú ert að fara. Mistök þín að baki þurfa ekki að skilgreina hvað þú munt gera héðan í frá, út af því að þú getur komið að höfundi lífsins sem ekki bara skapaði og gaf þér líf upprunalega, heldur getur gefið þér líf, nýtt líf núna. Og stundum getur það verið ótrúlega sársaukafullt. En á sama tíma, ef þú efast einhvern tímann það, þegar Guð að leiðrétta hugsanir þínar, að þú efast einhvern tímann það, að þegar hann að segja, actually þú hefur rangt fyrir þér, að þá höfum við blóðugan kross sem muna bara, þetta ást hans. Hann bókstaflega neldi faðm sinn opinn fyrir mig. Fyrir fyrirgefningu og frelsi í honum. Og þegar þú efast kannski ást hans, þá getur þú hugsað þetta. Svo bræður og systur, trúum við í að þessi bók sé sannarlega innblásin af Guði. Og trúum við í að þessi bók sé nóg til að umbreyta okkur. Að þetta lofur að búa okkur til allra góða verka sé raunverulegt loford Guðs, lifandi Guðs, sem lofar ekki bara stórum hlutum, heldur gerir það. Trúum við því að þessi bók sé hægni til að móta ekki bara hvað við gerum á sunnudögum, heldur hvernig við lifum lífinu hérðan í frá. Og aftur segir það í orðinu. Þannig að við verðum að segja já, ekki satt. Eður Kristinn, þetta víst það sem Biblan kennir. En leið mér að orða þetta öðruvísi. Ef við myndum hitta mann sem að deyja úr alvarlegum og banvænum sjúkdóm, en hann sagði þér að það væri búið að finna lækningu við þessum sjúkdóm, það þurfti bara að taka lyf, en það væri bara svo basl í kringu það. Hann með þetta heima að sér, það tekur 15 mínútur, og hann þarf að gera þetta hverjum einasta degi að taka þetta lyf, og þetta munum bjargonum frá þessum alvarlegum sjúkdóm og dauða hans. En svo hittur hann á einhverju vika fresti og alltaf lítur hann verru og verru út og þú spyrir, varst ekki með lyf fyrir þessu? Af hverju ekki að batna? Þetta lyf ekki að virka? Og hann sagði, já, þú veist, ég er bara að datt ný serín á Netflix. Ég ætlaði að taka lyfið, en svo kom Netflix bara með, hei, langar að horfa þessa seríu næst? Og ég datt í þetta, Ég var bara hámorf hjá mér, alla vikuna.
og alltaf verður hann verri og verri, með lyf heima sem getur bjargað sér, sem getur læknað sig, sem getur bjargað lífið hans og það segir eina vikuna, hvað gerist núna í vikuna? Var eitthvað ný serja? Nei, ég bara misti með hans í TikTok maður, bara rosa massaður í þumalputtunum hérna, ég bara veit allt sem að gerast út allan heim, sko. Eða, hvað núna að gera sér? Krakkarnir voru með fótboltaæfingu og, þú veist, bara mikið að gera, þú veist, langar vaktir í vinnunni og þegar við myndum hitta þennan mann og ef þetta væri raunverulegur maður, þá myndum við hugsa, ok, þessi maður er geðveikur. Það skiptir ekki máli hvað Netflix er með, skiptir ekki máli hvað TikTok er með, skiptir ekki máli hversu mikið þú ert að vinna eða hvað er að gera svo krökkunum á æfingu. Ef þú ert raunverulega með þetta lyf sem getur bjargað þér, sem getur látið þér líða betur og sem getur bjargað lífiðinu, þá býrðu til 15 mínútur á dag til þess að nálgast þetta lyf. En hér, þú veist, þegar ég pæli þessu fyrir mitt líf, enn og eftir, ég segi já, amen, þetta er innblásið orð Guðs. Já, amen, þetta er orð Guðs er nóg til þess að mennta mig og gera mig hæfan til sérhvers góðs verks. Og ég hugsaði mitt líf og ég hugsaði, hversu oft hefur YouTube staðið í vegi fyrir því að ég eði 15 mínútur í orð Guðs. Trúið því ég raunverulega. Ég veit hér, ég veit það. Guð hefur sagt það. En í verknáminu að fylgja Jesú, trúið því raunverulega að þetta orð sé það kröftugt að það muni breyta minni lífi. Og orðan sé það kröftugt að það muni gefa mig varanlega gleði. Trúið því raunverulega að það sé kraftur og loforð í orði Guðs og hagkvæmi í því sem er ekki bara gert til að tefja dauðan fyrir mig. Heldur til að sigra dauðan sem leiði til eilífslíst og guðlegra visku fyrir núverandi verkefni sem leiða til meiri gleði í þessu lífi. Trúi ég þessu raunverulega. Og það er samt teljum við þetta frekar svona allt í lagis útskýringar. Náður eitthvað að lesa í Biblíunni? Bara TikTok maður. Netflix, YouTube. Nóg að gera hjá krakkanum og svona, veist. Og ég spyr mig, Guð fyrirgefðu mig. Fyrirgefðu mér. Fyrir að leyfa mér að vera að sætta mig við svo lítið. Að halda, kannski, að ljúga sjálfum mér út af því að mér er skemmt að horfa á okkur þátt á Netflix. Að þá sé sál mín með það sem hún þarf. Fyrirgefðu okkur, Guð, fyrir að sóa lífum okkar í að vera of upptekinn til að, í því basically að skemmt okkur til dauða. Að kaupa hluti sem við þurfum ekki til þess að heilla fólk sem okkur líkar ekki einu sinni vel við. Sem leiði til svona hringrásar með meiri skuld, meiri vinnu, meiri vanrækslu og aðferðum sem leiða actually til lífs. Við sleppum þessu forréttundum að eignast eilífa visku sem myndi minna okkur á að hafa aðri sýn fyrir líf okkar heldur en við erum með okkur núna. Eilífa visku sem eyðir ekki bara tíma okkar heldur gerur okkur að guðræknum mönnum og konum sem geta skilja þessu gott, eilíf áhrif í núinu. Og við höfum þessu fyrirheiti Guðs. Að ef við höldum í hann, þá mun hann búa okkur undir heilbrigð hjónabönd, betra uppeldi, guðlegt áhorf á vinnu og trúfesti og trausta sannfæringu á tímum þar sem enginn er viss um neitt lengur. En ég hef talað mikið kraft orðsins og lofar orðsins og fyrir mér þá efaðist ég lengi Biblíuna. Ok? Þetta er svo stór lofórð, ekki satt, er eitthvað til í þessu. Og ég rakst á þessa könnun daginn sem var gerð af Bible Institute á 8 ára tímabili sem fóluði sér rannsóknir á yfir 108.000 manns sem gáfi sig í að lesa Biblíuna og misoft og þeir litu reyna á þessa kenningu. Er actually vald og áhrif í orði Guðs og sumir lásu Biblíuna einu sinni í viku, 2 í viku, 3 í viku. Það er eitthvað sem gerðist í þessari rannsókn, það sem við tókum fram, að ef að fólk las 4 sinnum í viku eða meira, þá byrjaði að hafa ótrúlega áhrif á þeirra líf. Og það sem þeir komu með þessa niðurstöðu, breytingar á freistingum, hjá fólki sem að las 4 sinnum eða meira, þá var drekka of mikið, datt niður 62%, skoða klám, datt niður 59%,
Stundar kynlíf utan hjónabands 59%, fjárhættuspil datt niður 45%, reiðiköst datt niður 31%, slúður 28%, að ljúga datt niður 28%, vanræksla á fjölskyldu datt niður 26%, ofátt eða rangt farið með mat datt niður 20%, misnotkun á peningum datt niður 20%. Þannig að allt í einu bara eitthvað, ok, þetta er mega áhrif á lífin, breytingar á tilfinningum. Fólki sem leið eins og að vera andlega staðna datt niður 60%. Finnst eins og þeir hafa ekki þóknast Guði, datt niður 44%. Bitur tilfinning gagnvart öðrum, datt niður 40%. Að hugsa eyðileggjandi hugsanir sjálfan sig eða aðra, datt niður 32%. Finnst eins og þeir þurfa að fela það sem þeir gera eða finnst, datt niður 32%. Eiga erfitt með að fyrirgefa öðrum, datt niður 31%. Hugrekki, ógst datt ekki niður 31%, þetta ógst 31%. Upplifa einmannaleika, datt niður 30%. Eiga erfitt með að fyrirgefa sjálfum sér, datt niður 26%. Að hugsa óvinsamlega aðra, datt niður 18%. Og upplifa ótta eða kvíða, datt niður 14%. Og hér er crazy, það sem fór upp, breytingar á því að hafa svona aktífa trú, að gefa fjárhagslega til kirkju fór upp 416%. Að leggja reikninguna á minnið fór upp 407%. Að leggja sig í þau að búa til lærisveina fór upp 231%. Að deila trúsinni með öðrum fór upp 228%. Að gefa peninga til annarra málefna en kirkjuna þeirra fór upp 218%. Þannig að þú hugsaður allar þessar breytingar, og þetta er ekki bara lofar sem Biblan er að segja sjálfan sig. Þetta er eins og Gunni, ég er bara bestur í einhverju, en þetta er ekki bara það sem Biblan segir sjálfan sig, þetta er þessi skoðanakönnun yfir 8 ára tímabil með 108.000 manns sýnir fram á að þetta eru breytingarnar í lífi þeirra sem tóku reikningarnar alvarlega. Og bræður og systur, tilgangur predikarinnar minnar í dag er ekki að stinga upp á sjálfa mig sem lausnina við vandamálinu, heldur sem bara einn aðili sem hefur fengið að upplifa eitthvað af þessum breytingum sem ég var að tala er að segja, taka Guð alvarlega í sínum lofurum og benda þér á að hér er uppspretta lifandi vass og biðja þig að eyða ekki lífinu þinni að sætta þig við of lítið. Heldur að koma til okkar mikla læknis, að berjast í gennum allar afsakanir sem komu upp og ég er ekki benda fingrum út af því, ég hef verið hana sjálfur og er þar því miður oft stundum sjálfur. Heldur að hrinda burtu öllu því sem að hindra okkur í því að fá lækninguna sem að við höfum í Guði. Einhver sagði þetta, ég er ekki maðurinn sem ég vil vera, ég er ekki maðurinn sem ég ætti að vera eða gæti verið, en Guð sé lof, ég er ekki maðurinn sem ég var einu sinni. Og ég get svo séð mig í þessari yfirlýsingu. Ég er ekki kominn á endapunkt, en mig langar að sjá orð hans umbreyta mínu lífi meira, mig langar að sjá orð hans umbreyta okkar lífi meira, umbreyta kirkjunu meira. Því að ég held að samfélagið okkar sé að spyrja sjálfum sig, er eitthvað í þessu lífi, eitthvað tilgangur sem er þess lífi að lifa og deyja fyrir. Og spurningin er kirkjan tilbúin að benda á Jesú og segja, hann er búinn að vera til staðar í 2000 ár. Hann er búinn að vera til staðar. Og í orðinu þá möntu finna Guð og opinbera persónu sína og hlutir þessa heims munu vera undarlega daufir í ljósi dýrðar hans, eins og eitt lagið segir. Og í orði hans möntu finna leiðbeiningar fyrir daglegt líf. Það mun kenna þér hvernig á að biðja. Það mun útskýra fyrir þér hvað fagnaðarerindið er. Það mun útbúa og kenna þér hvernig á að deila þeim góðu fréttum með öðrum. Það mun kenna þér að treysta og hlaupa til Guðs. Og í orðu hans myndu læra að vilja Guðs, skilja fyrirheiti Guðs, sjá að mannkynssagan er alls ekki mannkynssaga, heldur hans saga. Og það mun kenna þér að hvernig á að fyrirgefa, hvernig á að elska sannleikann, hvernig hann er sannur og hvernig hann er menningarlega viðeigandi í dag. Það eru margir sem segja að þetta er bara eitthvað útrunnið drast sem við þurfum að sleppa, en við þurfum aldrei meira á að halda Jesú heldur en í dag. Ég held að tilgangsleysi sé helsta vandamál okkar og þetta svara stóru spurningum lífsins. Og bræður og systur, við langar bara að hvetja ykkur þegar við förum út í þessa viku. Ekki láta lofgjörð þína vera bundna við þessa byggingu á þessum degi, heldur átta þig á að allt þitt líf er lofgjörð gagnvart Guði og það er lifandi vatn. Það eina sem ég get gert er að segja hér er brunnurinn fyrir lifandi vatn. Ég get ekki því miður neitt þig til þess að drekka það, því að það verið að drekka þér, basically. Þú þarft að ákveða, ætla ég að leita í þennan brunn og finna sannan tilgang í heimi sem að hefur lítið upp á að bjóða. Af hverju? Af hverju eru að glíma við þunglindi eins og aldrei fyrr og kvíða sem aldrei fyrr í kynslóð sem eru með mest af upplýsingum eða bara þægindum
eða skemmtunum, út af því að sál okkar þarf tilgang. Og við höfum þessa uppsprettu lifandi vass og okkar markmið að segja, hei, hlaupum í faðm hans sem neldi faðm sinn opinn fyrir mér og þér. Og mér langar bara vonandi að þetta kveikir einhvern neista sem verða bál í þínu lífi, þar sem þú ferð og hleypur í rigningjarnar því að þar Jesú að finna sem mun umbreyta þínu lífi. Og já, bara leggja þetta í þær hendur. Og ef þú ert hér í dag og þú hefur ekki tekið það trú að skrifa, segja, Jesú, ég er búinn að reyna sjálfur. Ég er búinn að reyna að vera minn eigin Guð. Ég er hér á verri stað í dag. Vilt þú taka mig eins og ég er og gera eitthvað betra úr mér? Ef þú ert hér í dag og þú hefur ekki lagt trúðinn og traust á að Jesús sé nóg sem fórn í þinn stað og þú hefur ekki lagt trúðinn og traust að hann sé þess verður að fylgja þegar það er þægilegt og óþægilegt, þegar það er auðvelt og erfitt, að þá vona ég að dagurinn verði í dag þar sem þú segir, Guð, ég er búinn. Taktu við, segðu mig hvað ég á að gera. Það er ekkert betra sem ég get boðið þér. Það er ekkert betra sem enginn getur boðið þér. Og ég vona að þú tekir þetta trú að skrifa í dag. Og mér langar bara að biðja fyrir okkur. Faðir, ég bið að þú mætir okkur þinni kirkju. Ég bið Drottinn með fyrirgefningu þína, Drottinn. Þegar við nálgumst þig með hugmynd, þegar við reynum að breyta þér í samræmi við það sem við viljum, frekar en það sem þú vilt. Fyrirgefðu okkur, Drottinn, fyrir að hugsa trú okkar sem einhvers konar hugmyndavinnu eða hugmyndafræðilega vinnu en ekki þá verknám sem að fylgja Jesú í hvaða lífsreynslu sem Fyrirgefðu mér, fyrirgefðu okkur fyrir að aftur og aftur daðra við þá synd sem sendi frelsar okkar að deyja á krossinum, haldandi það að ef við gerum þetta bara að þá munum við loksins finna hamingju þegar við lærum aftur og aftur og aftur að hamingjan er bara hjá þér. Ég bið Drottinn að leyfa okkur ekki að fara langt frá þínu orði. Ég bið þig að leiðrétta okkur í þinni ást og þínu kærleika. Ég bið þig að umturna hugsun okkar, hjörtum okkar og gera það að verkum að styrkja hendur okkar fyrir það verk sem þú hefur kallað okkur til. Drottinn, megum við elska þig í söng, megum við elska þig með hug okkar þegar við lesum Biblíuna okkar, megum við elska þig með hjörtum okkar þegar við tölum þig daglega og megum við elska þig með höndum okkar þegar við förum og lifum þér til dýrðar. Drottinn, hjálpa okkur að líkast þér betur. Við elskum þig, Jesús. Okkur finnst það ótrúlegt að þú elskir okkur. Það að þú sýnir okkur þessa náð og langlindi þegar við eigum það ekki skilið. Við getum aldrei endurgoldið fyrir það sem þú hefur gert. En hér eru við þó, þín börn, af náð fyrir trú. Við elskum þig, Jesús, og við þökkum þig fyrir að elska okkur. Amen.